Til hamingju með daginn. Við ætlum að flytja fyrir ykkur lagið Parísardrauminn sem verður að finna á væntanlegri breiðskífu sem kemur núna út í 1. febrúar. Ég heiti Fríða Dís og þetta er Finnbjörn Benónísson. De jour en rêve, je te vois, mon amour. J'essaie de parler ta langue pour que te comprendre. J'en te regrette, ils se fait connaissance. Les sentiments qui restent dans l'explication, je ne trouve encore. J'essaie de parler ta langue pour que te comprendre. J'en te regrette, ils qu'on fait connaissance. Les sentiments qui restent dans l'explication, je ne trouve qu'au. Kæru útskriftarnemar, innilega til hamingju með daginn. Sólin brosir við okkur á þessum yndislega degi eftir erfiða tíð og það er ekki úr vegi að minnast á það að það er vel og gaman að sjá svona fallegan og fríðan hóp útskriftarnema hér í dag. Jóhann Friðrik heiti ég og er framkvæmdastjóri í Keilis og mun ég stýra hér athöfn. Við byrjum á því að hlýða ljúfa tóna Fríðu Dísar og Finnbjörns og munum við einnig fá að heyra lag frá þeim í lok athafnar. Í dag munum við útskrifa 89 nemendur frá Háskólabrú, Íþróttaakademíu í fótaðgerðarfræði og frá Flugakademíu Keilis. Keilir hefur vaxið og dafnað á undanförnum árum og er nú svo komið að aldrei hafa fleiri nemendur stundað nám eða verið skráðir í námskeið á vegum skólans. Sjálfur hóf ég störf hjá Keili síðasta sumar og hef því fengið að kynnast á undanförnum mánuðum þessu frábæra starfi sem þar fram fer. Hjá Keili má finna fjölbreytt samansafn náms og endurspeglast þessi útskrift einmitt í því. Keilir er nefnilega öðruvísi skóli.
Það ekki aðeins markmið okkar hjá Keili að mennta nemendur í hinum ýmsu greinum, heldur viljum við fyrst og fremst efla trú nemenda á eigin getu. Það nefnilega þannig að trúin flytur fjöll og Keilir einmitt eitt af þeim fjöllum. Ég veit að þið eru búin að vera að glíma við Keilisfjallið á undanförnum misserum, en ég þess fullviss að þið eru sátt í dag, búin að sigra þennan tind. En á lífsleiðin alveg ljóst að það eru fleiri tindar framundan, jafnvel erfiðar brekkur, en ég sannfærður það að þó að þessum áfanga sé lokið, þá eigi þið bjarta framtíð áfram á menntaveginum. Ótal áskoranir bíð ykkar. Við hjá Keili erum lánsöm að hafa verið partur af ykkar vegferð að undanförnu og vonumst við til þess að þið hugsið hlýtt til okkar í framtíðinni. Kæru útskriftar nemar og gestir. Ræðumaður dagsins, hann ekki að vera endanum. Hann ber reyndar ábyrgð á því að börnin mín eru búin að hoppa og skoppa fyrir framan sjónvarpstækin á undanförnum árum og að öllum öðrum ólöstuðum ég fullviss að fáir hafa gert eins mikið fyrir lýðheilsu barna á Íslandi eins og einmitt okkar ágæti Magnús Skeving. Velkomin. Jæja, ég á rosalega erfitt með að vera kyrr og nú ég 55 ára og ég get alltaf séð neitt, þannig ég ekki viss hvort ég að nota gleraugun ekki, þannig ég sem að reyna að komast í gegnum þetta áðan sem nota gleraugun. En ég ætla að byrja núna. Vá, hvað ég ánægður og heppinn að fá að tala við ykkur og fá að vera bara með ykkur eiginlega þessari stundu þegar þið eru búin að vera í þessum árangri og eiginlega í lífinu ykkar akkurat þessum stödd núna. Því hann svona vitnisburður hvað þið hafi geta gert, þið setti ykkur markmið og þið náðu því. Og þannig nú við lífið, maður setur sér ykkur markmið og maður nærði því. Þið eru búin að þessu núna og ég myndi segja til hamingju. Og við öll eiginlega að segja bara upphátt núna, 1, 2 og til hamingju, yes. En það má eiginlega segja að nýju sigrar eru framundan og það eins og vorum að tala það eru fjöll til þess að klifra og það eru toppar til þess að ná og þið vitið þið getið það pottþétt mál. Þannig að þið eru allan að koma með þetta og hugsið núna, jæja, hver næsti toppur sem ég ætla að taka? Hvert ætla ég að fara? Hvert ætla ég að stefna með þetta? Hvað ég að spá í? Og það sem ég að hugsa, við sem eldri erum, við horfum pílund á okkur svona, eiginlega með stolti. Við erum svona, vá, sjáðu kallinn, sjáðu stelpuna, þetta gat hún. En við erum líka smá öfundsjúk. Af því við lítum svona öxl og hugsum, hvað hefðu þið átt að gera öðruvísi? Ef við gætum verið í ykkar sporum núna, hvað myndum við gera öðruvísi? Og sumir myndi segja ekkert, bara þetta búið að vera frábært, og sumir myndi segja allt. Ég vil bara breyta öllu sem ég gerði. Og það sem ég held að skipti mjög miklu máli, það þetta hérna. Getið ég gert svona fyrir mig, upp og niður svona. Svona æfing fyrir kvöldi þegar við förum að fá okkur í glas. Getið tekið hina hendina og gert svona setu. Getið ég gert þetta saman. Ástæðan við getið ekki gert þetta núna og þegar örugglega að hitta mig í kvöld og segja, Maggi, sjáðu þetta hérna, Og ástæðan fyrir því að þið hafið æft ykkur. Í kvöld eru þið búin að æfa ykkur og sýnið mér, sjáðu. Og það það sem þið eru búin að vera að gera núna með því að klífa þetta Keilisfjall. Það eru þið búin að vera að æfa ykkur aftur og aftur og aftur og aftur. Þið eru búin að fara í flugherminn aftur og aftur og aftur. Þið eru búin að lesa bækur, þið eru búin að reikna ykkur til og á endanum eru þau búin að ná þessu. En það sem ég að boða núna, þetta allt frábært og þetta frábær að geta æft sig eins og íþróttamaður og gert þetta. En heimurinn þarf meira en þetta. Heimurinn þarf eiginlega að komast úr æfingunni í hjartað. Við þurfum núna að fara að velja allt öðruvísi lausnir og það það sem að fara að gerast núna. Ég ætla að segja ykkur til dæmis kynslóðan eins og ég, eða kannski vel eldri kynslóð sem ég var aðeins eldri en ég,
Þau unnu á meðaltali í svona 20 til 40 ár á vinnustað. Kynslóðin mín vann kannski 16 til 20 ár. Unga kynslóðin í dag sem 18 til 25 ára, hún vinnur 1,4 ár til 1,7 ár á hverjum stað. Þannig að þau færa sig til, þau eru að leita sér að þekkingu endalaust. Og ég myndi segja, til þess að vera mjög góður leikstjóri til dæmis, því ég var svona pínlítið að þvælast í sjónvarpsgerð, til þess að vera mjög góður leikstjóri, þá þurfum við að vita hvað þið viljið er oft sagt. Til að vera góður leikstjóri þarf að vita hvað ég vil. Ég þarf að vita nákvæmlega, sjá markið. Ég er ósammála þessu. Ég held að góður leikstjóri sé sá sem veit hvað hann vill ekki. Og hann er opinn fyrir öllu hinnu. Og þess vegna segi við ykkur, þið að vera alveg 100% á því hvað þið viljið ekki. En hafið faðminn opinn fyrir öllum þeim tækifærum sem eru núna framundan hjá ykkur. Þið eru á svona frábærum stað. Og þið megið ekki lenda í því að festast í einhverju sem þið viljið ekki. Það er fullt af fólki búin að vera í ævistarfi sem ætlaði sér aldrei að vera í. Það var til dæmis bara, mér langaði að vera tónlistarmaður en ég lendi í því að vera lögfræðingur. Skelfileg örlög. En flestir, það má eiginlega segja það, sko, þess að ég myndi halda að skipti mestu máli að þetta komi innan frá. Og það er að sér tala ekki ytri. Það þýðir að það var eins og lítill hópur af 6 ára krökkum sem var skipt í tvennt. Og hópurinn átti að hjálpa börnum að fara svona yfir slá, labba svona á slánni, halda jafnvægi. Og það var sagt við annan hópinn 6 ára, herðu, þið eru að hjálpa þeir eru góð. Þið eru að hjálpa þeir vilja hjálpa til. Þetta er svona innri markmið. Hinn hópurinn fekk bíómiða. Vitið hvað gerðist? Eftir svona hálftíma þegar hinn hópurinn var ekki að ná þessu og krakkarnir var ekki að ná þessu, þá var hópurinn sem var með innri markmið alveg slökk. Já, þetta kemur og ég er svo góður. En hinn sem fekk bíómiðan, herru, ég er ekki að komast í bíó, sko. Krakka kvikindi kemst ekki yfir að slá, sko. Var bara pirrað. Meira pirrað og meira pirrað. Þannig að ytri markmið, eins og laun, eða einhver önnur ytri markmið, það fyllir ekkert upp í þetta. Vegna þess að þið verðið eiginlega að hugsa þannig að þið þurfa að gera þetta innanfrá. Að ykkur langi að mæta í vinnuna. Og það sem ég held að skipti máli eins og var í ruggustól, það var maður sem var í ruggustól og rugga sér róli, heitar hann svona, bara heimi á sér komu krakkar, úlingar og eyðiluðu allt í garðinu hjá honum, bara hendi í húsið og brutu allt. Og kallinn labbaði til þeirra, jæja, krakkar eru tilbúin að koma aftur á morgun. Það skal ég borga ykkur 50.000 krónur fyrir. Það kom náttúrulega allir á morgun og húsið var rústað og garðinum. Svo sagði hann, jæja krakkar, væri nokkuð tilbúin að koma á 50-daginn, borga ykkur 10.000 kall. Krakkarnir, já, komu, eyðilögu slatta. Þá sagði hann, jæja krakkar, eru við tilbúin að koma á laugardaginn, þá ætla ég að borga ykkur 1.000 kall. Herru, við erum ekkert að fara að koma fyrir 1.000 kall að skemma hér, sko. Við nennum því, það tekur því nú ekkert, sko. Þannig að þeir koma aldrei aftur. Skemmt aldrei neitt. Þannig að stundum eru þessa, þegar maður er að borga ykkurum fyrir eitthvað og það er einhverju ytri þarfir, að þá nennir maður ekki að mæta. Nú er allt lífið framöndan í ykkur og þið þurfum að hugsa, ég vil hafa það ævistarf að ég nenni að mæta, alltaf. Ekki út af peningunum, ekki út af þeir að kaupa ykkur hús, út af ykkur langar að gera þetta. Innstinni, þið þurfum að spyrja ykkur, hvað er það sem ég langar? Hvað er það sem ég elska hérna innstinni? Hvað langar maður að vinna við? Þið ættu að brosa allan daginn, þið ættu að brosa, alveg bara stanslaust. Af hverju? Af því það er svo ótrúlega tækifæri framöndan. Það eru gríðarleg tækifæri sem eru núna. Hugsið ykkur, allir umhverfissinnar sem núna tala, segja við þurfum að breyta öllu. Við erum að tala öllu. Við þurfum að breyta öllu orkumálum heimsins, hvernig við ferðumst, skip, bílar, flugvélar, allt. Við þurfum að breyta öllum okkar ferðamátum. Við þurfum að breyta allri tækni, allri framleiðslu í fatnaði, mat, öllu. Ég myndi eitthvað hvað mikið tækifæri fyrir ykkur í vinnunni, sko. Þetta er engin smá tækifæri.
Þegar ég var á Hvammstanga þá var bara þetta að vinna á rækjuvinnslunni. Þetta var framtíðin sem blasti yfir mér. Þannig ég segi við ykkur, þið hafið allan heiminn og hann aldrei fara að breytast. Þannig að það er ekkert smá. Hugsið allir sem útskrifa sér flugmenn. Hugsið ykkur að þið myndu bara breyta fluginu. Hugsið ykkur hvað það væri brjálæðislegt. Og þetta á eftir að gerast næstu 30 árin. Áður en þið verið jafn gömul og ég, þá á þetta eftir að gerast. Allar þessar breytingar. Allar. Og það sem er áhugavert er að allar þessar nýju lausnir sem heimurinn þarf, allar þessar nýju lausnir kemur ekki frá okkur gamla fólkinu. Við erum ekki að koma með þessar lausnir. Við getum komið þekkingu og reynslu og allt svoleiðis, en ekki lausnirnar. Lausnirnar koma hjá ykkur og það koma innan frá. Ég veit ekki, þið er ekki það náttúrulega að þið er svo ung, þið muni ekki heitir þú ert svo mikið tónlistarmaður, heitir ekki Dixieland, muni eftir því, þið muni náttúrulega ekki eftir því. Svo kom rockið, það var alveg brjálað, þið verðum í hljómahöllinni, það kom rock, alveg allt brjálað. Svo komum Bítlarnir, þetta er alveg vonlast, það er með svona sítt hár, maður, þetta er ógeðslegt svo allt gamla liðið, sko. Þetta á ekki að gerast, sko. Svo kom poppið og súpigrúpurnar og svo kom diskóið og svo kom bara hip-hopið, og þú veist, þetta kom ekki frá gömlu fólki. Þetta kom alltaf á kynslóðuna eftir. Hún kom alltaf með þetta, sko. Hún kom ekki alltaf inn og við hinn sögðum, nei, nú allir að dansa svona bara og næsti allir að vera einhvern veginn öðruvísi, sko. Svo fór þetta tímabil og það bara, já. Þess vegna segi það, þetta kemur frá ykkur. Allt þetta kemur frá ykkur. Allar þessar nýju lausnir að koma frá ykkur. Þið sem þeir eru svolítið heppin að vísu, sko. Þeir eru rosalega heppin, miklu heppnari við þetta gamla fólkið, sko. Þeir eru miklu heppnari, sko. Þið ættu eiginlega að brosa núna, bara alveg svona. Vegna þess að þið eruð hálf tölva og hálf manneskja. Sem er algjört lúxus. Það er bara þannig. Samtölu mín, ég man eftir því og ég veist að fullt af fólki man eftir því, þá átti ég samtal heima á mér kannski, hvað er höfuðborgin í Perú? Er það ekki Montevideo? Nei, það er ekki Montevideo. Hvað er það? Er það ekki Lima eða eitthvað? Nei. Svo rifist þetta við eldhúsborðið alveg stanslaust. Svo 15 dögum seinna kom ykkur, herðu, ég er að lesa hérna í Vísi. Þetta er Lima, sjáðu. 15 dögum seinna kom pósturinn með skipinu. Það tekur ykkur sekúndubrot. Höfuðborgin í Perú, Lima. Þannig þeir eru hálf tölva og hálf manneskja. Þeir eru bara haldið á henni. Og það verður reyndar hlegið að ykkur eftir 20 ára hafa haldið á tölvunni, sko. Alveg pottþétt, sko. Hélduð á þessu. Hver er ekki með þetta? Og það sem þess vegna er svona mikið breyting á ykkur og mikið að tækifærum. Og það sem ég er að velta fyrir mig líka, eru þið með síma núna, kannski? Eru þið með hann? Getið þið tekið hann upp? Ég ætla að gera rosalega stökk hérna, ég með taka eina mynd. Eru þið tilbúin? Af því að, þú veist, ég er nú það gamall, ég á aldrei eftir að gera þetta stökk aftur. Eru þið tilbúin? Allir með símann, taka upp, stilli mynd á þetta, eitthvað svona myndavél. Ok, eru þið tilbúin? 1, 2, búið að taka mynd. Og taka mynd. Og taka svo símann og láta með manni við hliðina sem fá hann núna. Núna strax. Og hann situr á næsta mann, núna strax. Og hann situr á fyrir aftan sig. Og símann fyrir aftan sig núna. Nei, stoppið. Ástæðan fyrir því, ykkur leið hræðilega illa. Þið verða, hvað er þessi maður að gera? Hann að láta síma minn, dýrmætasta eigni mín, sitja hann á næsta mann og hvað þá næsta og fyrir aftan mig er hann geðsjúklingur. En við kynslóðuna undan ykkur sem rokkuðum, við löbbuðum ykkur þegar þið voru lítið börn í leikskólan. Bless. Við leitum ekki einu sinni við. En þegar síminn eitthvað fer hingað, þá bara Þetta eru breytingarna sem þetta er að verða. Þess vegna við gamla fólkið, við erum ekki komið neina lausn þarna af því að síminn kom 2007. Þá kom þessi sími með allar þessar snjallsíminn. Okkur finnst það bara verið í gær í rauninni. En það má eiginlega orða það þannig að þekking er góð, en það sem mikilvægast er og gerði manninn að hann náði toppinn á fæðukeðjunni, það voru samskipti. Það er að manneskjan gat tjáð sig.
Við gátum veitt dýr sem voru 1000 stærri en við og með samskiptum gátum við gert það. Og það á enn við í dag til þess að ná öllum lausnum framtíðarinnar, það voru að samvinna og samskipti. Hvernig þið tjáið ykkur, hvernig þið gerið það og allt sem þið eru að gera. Lausnirnar liggja ekki í neinu öðru, heldur í tungumálinu. Það liggja í tungumálunum, það liggja í hvernig þið tjáið ykkur. Og ef ég væri þið núna, myndi ég byrja að finna fólk allstaðar sem á svipu áhugamál á þið og hafi svipi innri þrá hérna sem ykkur elskaði að gera. Hringið í þetta fólk, talið við þetta fólk, allir sem að gera eitthvað áhugavert fyrir framtíðina því að hafa samband við 1, 2 og 3. Hringið það, tala við þau, boða það fund, hitta það og búa til þetta network. Þannig björgum við rauninni heiminum með slíkum aðgerðum. Það enginn einn sem gerir það, ekki nokkur einasti maður. Þetta samskipti. Og ég vil gera eitt núna, ég vil heilsa manninn við hliðina okkur og spyrja hvað hann heitir. Hvað heitir þú? Hvað gerir þú bara? Segið sér svo við viðkomandi aðila, ákveðu hvor númer 1 og hvor númer 2. Segið þú númer 1 og ég númer 2. Okay. Og allir númer 1 lokiði hendinu svona fast. Allir númer 1 lokiði hendinu. Númer 2 hefur 10 sekúndur til að opna hana. 10 sekúndur. 1, 2 og núna. Koma núna, koma. Ég veit ekki þetta, flugmennir hana, þeir eru alvöru. Koma svona. 9, 8, 7, 6, koma. 5, 4, 3, 2, 1, stoppa. Einhver slasa? Ég sagði ekki hvernig og þið fóru strax að ráðast á viðkomandi það væri ofboðslega erfitt. En með samskiptum hefði það kannski bara verið nóg að segja opna. Og það gerðist. Að lokum munið það samskipti það sem skiptir öllu máli, þekking kemur ofan á það og innra, það þarf að koma innan frá. Allt saman, allt sem þið gerir. Það alls konar ismi búin að vera í gangi og ég hef trúað því að það var hvernig framtíðin verður, það búið að vera kommunismi og það búið að vera kapitalismi og það búið að vera feminismi og núna að sigla inn tímabil það sem verður náttúrismi, það sem verður bara alveg, ég myndi að halda svona 10 ár. Eftir það á þetta breytast að mínum mati og verður minimalismi. Það sem við förum að vera með minna og minna og minna og við verðum bara svona hálfgandi gangandi með tölvuna og við þurfum ekkert að vita of mikið. Þannig ég segi við ykkur núna alveg þannig, heimurinn þarf á okkur að halda, þið eftir að koma í lausninar, það innræð með ykkur, ekki ytri markmið, en ég myndi óska þess að þau myndi hafa eitt markmið þegar þið gerið þetta, það sem eftir að taka ykkur fyrir hendur. Það að öll ykkar ævistarf og allt ykkar ævistarf og allt sem þið gerið þarf að vera helst ef allir myndu vinna. Það væri indælt. Ég hefði viljað gera samning við Tattóstofu Reykjavíkur að allir sem verða stjórnmálamenn að þeir eru sendið niðrittir og þeir verða tattóur að ennið á þeim, allir verða að vinna. Og ég var í business eins og Latabæ sem við fyrir 30 árum byrjuðum að predika það og reyna að boða það að krakkar þetta borða ávexti og grænmeti og krakki var ánægður því þá gat hann gert arbeigur eða hoppað. Mamman og pappi var ánægður vegna þess að það var barni heilbrigðara. Hagkaup var rosalega glaðir eða þeir seldu meiri grænmeti. Bændur voru svakalega ánægðir því það bara hrúgaðist út gulrætur og alls konar agúrkur. Ríkisstjórn var ánægður vegna þess að offita fór niður og heilbrigðiskerfi allir unnu. Allir voru að vinna. Þannig ég segi ykkur ef þið ykkur business einhverju störfum þar sem einhver tapar það rangur business. Takk fyrir mig, gangi ykkur vel.
Já, kæru vinir, mér fannst Magnús Scheving tala alveg sérstaklega til mín í þessari fínu ræðu þó svo ég væri ekki að útskrifast því að ég er auðvitað forseti bæjarstjórnar og þyrfti þá að fara að panta tíma í að láta tattúa á mér ennið. Og svo er ég auðvitað lýðheilsufræðingur líka, þannig að þegar hann fór yfir það sem að áherslur Latabæjar hafa verið, þá auðvitað snerta þær mig einnig. Frábært erindi, innilegt og átti svo vel við og á svo vel við hér í dag. Nú er komið að því að við munum útskrifa nemendur frá Háskólabrú Keilis og vill ég bjóða Berglindi Kristjánsdóttur, forstöðumann Háskólabrúar og Margréti Hanna, verkefnastjóra á Háskólabrú að koma hér upp og stýra þeirri athöfn. Gerið svo vel. Komið sæl. Mér langar til að byrja á því að óska öllum útskriftarnemum innilega til hamingju með daginn. Þetta er gleðidagur og ég vona svo sannarlega að þið njótið dagsins. Veðurguðirnir voru góðir í dag og það er engin lægð í gangi og þið getið labbað hér út og tekið fallegar myndir. En í dag, ég heiti Berglind og er forstöðukona Háskólabrúar og mun stýra afhendingu skírteina ásamt henni Margréti. En ég ætla að segja nokkur orð fyrst. Í dag eru 57 nemendur af Háskólabrú að útskrifast af 4 mismunandi deildum og flestir þeirra er að klára fjarnám. Heildarfjöldi útskrifar af Háskólabrú er orðinn 1901 nemandi frá árinu 2007. Og það má með sanni segja að við erum ákaflega stolt af þessum fjölda sem hefur valið Keili og ákveðið að treysta okkur fyrir þeirra námi. Kæru útskriftarnemar, þið náðu að leysa þau verkefni sem við lögðum fyrir ykkur hér og ég vil að þið séu stolt og haldið ótrauð áfram og takið á móti öllum tækifærum sem ykkur berast. Mér langar að þakka starfsfólki Keilis fyrir samstarfið og þá sérstaklega kennurum Háskólabrúar sem hafa sinnt sínu starfi vel og ávallt sýnt fagmennsku. En þá ætlum við að hefja afhendingu skírteina. Við munum hafa það þannig að Margrét les upp alla útskriftarnema og ég afhendi skírteini og mig langar til að biðja fólk að klappa þegar við höfum lesið öll nöfnin, þegar við höfum klárað að kalla alla upp á svið. Og ég gef ykkur merki þegar það er komið. Góðan daginn. Við ætlum að byrja á félagsvísindi og lagadeild sem er fjölmennasta deildin okkar. Aðalheiður Auður Bjarnadóttir. Alexander Jarl Abu Samra. Andri Jökull Óskarsson. Brynjar Jónsson, Eva Katrín Baldursdóttir. Eva Sóley Þorkelsdóttir. Fanney Lind Einarsdóttir, ekki hér. Friðrik Guðmundsson, ekki hér. Jú. Gísli Guðnason. Guðrún Bína Kristófersdóttir. Hákon Svanur Þórsson. Heiðrún Arna Rafnsdóttir. Helga Margrét Ásgeirsdóttir, er ekki hér. Hera Leifsdóttir. Hlíf Einarsdóttir, Jónína Björg Strömm, Katrín Hjálmarsdóttir, Kolfinna Björk Bombardier.
Kristín Sigurbjörg Jónsdóttir. Linda Ýr Stefánsdóttir. Magdalena Xesbo. Magnea Þóra Jónsdóttir, hún ekki hér. Magnús Guðmundsson. María Lilja Þrastardóttir Kemp. Oddbergur Sveinsson. Ólöf Margrét Arnarsdóttir. Ómar Emilsson. Rachel Anima Brynjólfsson. Ragnar Fossmar Bjargarsson. Súsanna Rut Magnúsdóttir. Sæjun Alda Magnúsdóttir. Tanja Sif Ingimundardóttir. Tara Sif Þrastardóttir. Telma Rún Birgisdóttir. Viktoría Rós Guðmundsdóttir. Viktoría Ýr Einarsdóttir. Hún ekki hér. Örn Leó Jóhannsson. Nú kemur hugvísindadeildin, það einn nemandi þar, Ásta Björk Sigþórsdóttir. Þá það verk- og raunvísindadeildin okkar, Árni Steinar Þorsteinsson. Egill Már Kolbeinsson. Eva Lind Vævat Ólafsdóttir. Fannar Freyr Björgvinsson, hann ekki hér. Guðjón Rafnar Rúnarsson. Ingibjörg Axelma Axelsdóttir. Máney Dögg Björgvinsdóttir. Ragnhildur Rós Kristjánsdóttir. Sigrún Elsa Viðarsdóttir. Silvía Cassandra Kristinsdóttir. Tryggvi Guðmundsson, hann ekki hér. Valdimar Anton Eiríksson. Og Þorgils Árni, hann ekki hér. Þá það viðskipt- og hagfræðideild. Brynjar Freyr Steingrímsson, hann ekki hér. Eva Dögg Einarsdóttir. Guðný Helgadóttir. Halla Margrét Halldórsdóttir. Hildur Mósesdóttir. Og Viktor Smári Segata. Og þeir sem vilja setja upp húr, gjöru þau svo vel og gefu þeim gott klapp. Glæsilegur hópur. Og þá
er komið að viðurkenningu eins og vaninn á svona athöfn og að þessu sinni fær Dux Háskóla Brúar gjöf frá Keili og Íslandsbanka og sá nemandi var með 9,56 í meðalengun. Virkilega vel gert. Og það Eva Lind Vævatt Oliversdóttir. Gjörðu svo vel. Klöppum einu sinni enn fyrir þeim og hleypum svo á sviðinu. Gjörðu svo vel. Þið megið fara á sviðinu. Gjörðu svo vel. Já, og sá sem talar fyrir hönd útskriftarnema á Háskóla Brú í dag Valdimar Anton Eiríksson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, sparið í klappið, það nóg eftir. Sjá. Kæru útskriftarnemur, nemendur, kennarar, starfsfólk og gestir. Fyrst af öllu langar mig að þakka fyrir tækifæri til að segja nokkur orð hér í kvöld. Ég vil minna alla sem hér sitja á að það ekki sjálfsagður hlutur að fá að mennta sig og við getum verið þakklátt fyrir það tækifæri. Þetta dagur sem allir hér inni koma til með að muna eftir. Ykkar draumur eða að minnstakosti skref í átt að ykkar draumi að rætast og því ber að fagna. Það er mikilvægt að vera duglegur að minna sig á litlu og stóru sigrana í lífinu. Og þessi útskrift og þessi ræða fer á þann lista hjá mér. Ég reyna að lifa lífinu þannig að ég sjá ekki eftir neinu og það aðalega ástæðan fyrir því að ég samþykkti að koma hérna upp og stama mig í gegnum þessa ræðu. Því ég vil vita að ég kom og reyndi heldur en að hugsa tilbaka og sjá eftir því. Ekki gefa sjálfum þér þann möguleika að sjá eftir einhverju sem hefði geta orðið. Þetta ár í námi gaf mér helling og ekki síst það allt góða fólki sem að kynnti sér. Og nú í lokin vil ég biðja alla sem hér eru að klappa ekki bara fyrir útskriftarnemum, heldur vil ég að þið klappi fyrir starfsfólkinu, kennurum og líka fólkinu í kringum ykkur sem hefur sennilega þurft að þola prófstress og nöldur í að minnsta ári mínu tilfelli. Og munið að það aðeins sá sem hættur að læra sem vitlaus. Takk fyrir. Já, ágætu útskriftarnemar og gestir. Frábær ræða. Næstu ætlum við að útskrifa nemendur úr Íþróttaakademíun okkar, fótaaðgerðarfræðinni, og vill ég biðja Arnar Hafsteinsson, forstöðumann, og Jóhönnu Sigurbjörnsdóttur, verkefnastjóra, að koma hér upp og taka við og útskrifa þá nemendur.
Takk fyrir kynningunni, Jóhann. Síðustu 7 ár sem ég unnið á Keili þá var fyrrum framkvæmdastjóri, Glotti kallinn hérna, fremst. Hann kynnti mig alltaf sem íþróttaálf og þakkaði fyrir Jóhann að við ekki gert það í dag. Það hefði verið vandræðilegt með þennan mann. En ég sem sagt íþróttaakademíu fólkstöðumaðurinn, Magnús. Stundum kallað íþróttaálfur. En ég ætla að kynna 7 útskriftarnemendur á svið og eftir. Það verður formlega útskriftin í dag og ég hef með Jóhönnu verkefnastjóra með til trausts og halds með það. Þetta ekki flókin athöfn, en hún mikilvæg fyrir okkar nemendur og ég þakka fyrir samstarfið dömur mínar. Þetta eru 7 dömur. Mjög gott samstarf og við erum mjög stolt og við erum mjög þakklátt fyrir því að hafið valið Keili til að mennta ykkur hjá. Og það meina ég alveg frá dýpstu hjarta rótum. Að við erum alltaf stolt þegar fólk velur Keili. Þetta er gríðarlega mikið traust að setja þennan stóra áfanga í lífi sínu á okkar herðar. En þetta eru sem sagt á lokaorð mín í þessari stuttu ræðu, en ég ætla að fá ykkur upp á svið. Og meðan það koma, vil ég segja ykkur töluna, þær eru 7 og þetta er 3. 7 manna hópur sem við útskrifum frá Keili. Námið er 3 annir, samtals 199 einingar og þar að kennir Keilir 90 á 3 mönnum. Og hún mætt svo fyrsta og það er Aðalheiður Hjelm. Og við skulum gera eins og áðan að klappa bara í lokin. Anna Vilborg Sólmundardóttir. Ok, ég veit hvað er málið. Ég ætla bara að viðurkenna aldur minn. Anna en Magnús gerði. Fyrirgefðu Anna Vilborg Sólmundardóttir. Elva Björt Sigtryggsdóttir. Erla Maggi Guðmundsdóttir. Þetta er allt annað líf. Helga Valbjörnsdóttir. Hulda Rós Einarsdóttir. Og Sara Ósk Ársælsdóttir. Glæsilega hópur og við ætlum að kikka út með þessari útskrift með því að setja upp húfur, ef þið viljið. Og þið stóðu ykkur allar rosalega vel í vetur. Ég veit það frá Jóhönnu, frá Skott og frá hinum kennurunum að þið voru mjög duglegir nemendur, en ein skaraði fram úr í einkunnagjöf og það er Aðalheiður Hjelm. Og Jóhanna er að afhenda Aðalheiði gjafir frá versluninni Praxis og heildversluninni Áræði. Eitthvað mjög gagnlegt fyrir framtíðarstarfinnar hennar Aðalheiðar. Þakka þér kærlega fyrir og til hamingju. Og þá ætla ég að biðja nemendur bara að stíga á sviði og... Við viljum ekki það. Nei, þá bara dansið. Nema þennan eina sem ætlar að taka að sér, að tala fyrir hönd úrslitanemenda. Einhverja mjög skemmtilega ræðu. Gerðu mig stoltan. Ekki segja frá atvikinu hann árið. Já, það er bara fann. En ég er sem sagt Anna Vilborg Sölmundardóttir. Mjög mikilvægt í mínu lífi að berjast fyrir þessu. Kæru útskriftarnemar, kennarar og starfsfólk skólans og aðrir gestir, and especially you, Scott. Árið 2000 var hlaupár eins og í ár og það var ár sem ég var ennþá að velta fyrir mér hvað mér langaði að verða þegar ég var í stór. Og þetta ár þá tók ég þá ákvörðun að fara að læra svæðanudd. Fjölskylda mín og vinir þau bara, ertu nú endanlega búin að missa vitið, hvort mér langaði í alvörunni að vera að vasast í tám allan daginn út og inn. En hér er ég, 20 árum síðar,
og komin á allt annað level í fótaumhirðu og ég held mér sjó að staðfesta að þetta sennilega skemmtilegasta sem ég teki mér fyrir hendur á ævinni. En fyrir 1,5 ári síðan þá gengum við inn í Keili algjörlega grænar bak veirun og gátum ekki ímyndað okkur það sem koma skildi. Allar komum við úr sitt hver áttinni og ein hinum einn á landinu. Og aldursbilið okkar þar sem það hæst og lægst það 27 ár, þannig að við erum skemmtilegur hópur. En það var ljóst í upphafi að einstaklega skemmtilegan, frábæran, æðislegan og meiri háttar hóp af konum var að ræða. Og saman höfum við tekist á við þetta verkefni með bros á vör og kannski fullmiklum hlátrasköllum því við fengum mjög fljótt orð á okkur fyrir að vera háværi hópurinn. En það óhætt að segja að á þessum tíma hefur vinátta myndast sem nær svo langt út fyrir eina kennslustofu. Og ég segi fyrir mína hönd að ég óendanlega stolt af þessum 6 konum sem útskrifast með mér hér í dag. En það væri hins vegar lygi að segja að þetta hefði alltaf verið dans á rósum. Það gekk á ýmsu. Það fæddist eitt barn í hópnum. Ýmsir urðu veikir af ýmsum toga, sem betur fer ekkert alvarlegt. Við biðum í löngum röðum bak við örbylgjuofninn eina og góða. Og einstaka innanhússtokksmunir réðust á sumar af okkur. Bara svo einhver dæmi sé tekin. Þegar ég hugsa tilbaka síðasta 1,5 árið dettur mér í hug ljóð eftir Tómas Guðmundsson sem að ég var látin læra utan að þegar ég var í grunnskóla. Ætla hins vegar ekki að fara með það utan að í dag. En það hljómar svo. Urð og grjót, upp í mót, ekkert nema urð og grjót. Klífa skriður, skríða kletta, velta niður, vera detta. Hrufla sig á hverjum steini, haldað sárið nái beini. Finna hvernig hjarta best, holdi mest og tungan skerst. Koma heim og heita því að leggja aldrei upp á ný. Dreyma margar næstu nætur, hrap í björgum, brotnar fætur. Leiðin að vísu varla vogandi nema hraustum taugum, en mér fannst bara best að fara beint af augum. Því hversu mjög sem mönnum finnast, fjöllin há, ber hins að minnast, sem vitum maður mælti forðum og mótaði í þessum orðum, að eiginlega ekkert bratt, aðeins mismunandi flatt. Innilega til hamingju með daginn. Takk fyrir. Já, góði gestir, það vert að minnast á það að dúksun okkar í fótaaðgerðarfræðinni, hún Aðalheiður Hjelm, hún var með 9,21 í meðalengun og ég held við ættum að klappa sérstaklega fyrir því. En næstu ætlum við að útskrifa nemendur frá Flugakademíu Keilis og vil ég biðja Björn Inga Knútsson, forstöðumann Flugakademíunnar, og Baldvin Birgisson, skólastjóra Flugakademíu, að koma hér upp og taka við og útskrifa nemendur úr fluginu. Það fallegur hópur hérna. Góðan daginn og til hamingju með daginn. Fyrsti sólardagurinn og ég hissa hverju margir flugnemendur hérna inni. Það skil ekki bara vera úti að fljúga í dag. Því að það eru bara 2 flugdagar búin að vera það sem af ári. Sökum veðurs. En góðu gestir. Þetta merkur áfangi. Og ég hjó svolítið eftir því þegar ræðumaðurinn okkar frábæri, Magnús Scheving, var að tala að allt myndi breytast. Ég fekk svona smá vægt áfall ef að flugið myndi breytast líka eins og hann talaði Því það eiginlega búið að vera greift í mjög fastan sess og regluvæddan og þess ber að geta að flugið annar mest regluvæddi iðnaður í heimi. Sá sem mest regluvæddur kjarnorkuiðnaðurinn. En við ætlum að halda okkur við það að vera regluvæddir. Við kannski sjáum nýja orkugjafa í flugvélum og við sjáum kannski einhverja tilslakanir einhvers staðar en
Ég ætla nú að vona það eftir 20 ár í flugiðnaðinum sjálfur að ég sjá kannski ekki neina kúvendingar, en ég get þá sagt við ykkur ágætu nemendur í flugakademíunni að þið hafi valið mjög skemmtilegan starfsvettvang. Flugið, eins og maður segir, það ávanabindandi. There's never a dull moment. Það alltaf gaman. En við ætlum að hefja þessa útskrift hér. Og fyrstan kalla ég á svið Arnar Freyr Jónsson. Axel Sölvason. Birta Óskarsdóttir. Björgvin Valdemarsson. Brynjar Bragason. Karl Emil Goran Gastenheim Vosk Schrader. Hann ekki hér. Emilio Salim Alabadri. Eyleif Ósk Gísladóttir. Freydís Guðnadóttir. Hallur Guðjónsson, hann ekki hér. Hávarður Jónsson. Henrik Bjarnason. Janeks Trusevic. Jón Þór Britton Hildarsson. Kjartan Óli Kristinsson. Christian Laust Andersen. Lars Gustaf Danielsson. Marín Elisabeth Einarsdóttir. Ólöf Ásta Artúrsdóttir. Rakel Hjelm Jónsdóttir, hún ekki hér. Rut Ólafsdóttir Pálsen. Skúli Bragason. Sóley Björk Ingibergsdóttir. Tómas Karl Bernhardsson, hann ekki hér. Trausti Már Eyjólfsson. Þá megum við klappa fyrir þeim. Og þá komið að verðlaunaafhendingu fyrir dúksinn. En dúksinn okkar hann Arnar Freyr Jónsson og hann með hvorki meira né minna en 9,82 í meðalengun. Arnar Freyr fekk verðlaun frá Icelandair, Air Iceland Connect, Norlandair og Air Atlanta.
útskriftarnemendur, kennarar og aðrir gestir. Ég átti nú ekki að tala en ég get ekki sleppt tækifærinu. Það er mér mikill heiður að fá útskrifa svo marga flugmenn. Ég er sjálfur starfandi flugmaður og mér langar að taka undir það sem að Magnús sagði hérna áðan. Það eru forréttindi að fá að hlakka til að mæta í vinnuna. Ég kom heim frá Chicago í morgun. Ég var pínu sorgmæddur út sem leiðin heim að því ég er að fara í vetrarfrí, sko. Það var ég ekki að mæta í vinnuna núna næsta mánuðinn. En bara til hamingju, nú klára við flugið. Starfið okkar er æðislegt, við erum stolt af því og þeir eru glæsilegur rópur. Ég hlakka til að fá að fljúga með ykkur um borð. Hamingju. Og þá ætla ég að kynna ræðumann útskriftarnema fyrir hönd Flugakademíunnar. Það er hann Lars Gustaf Danielsen. My name is Gustav, and I'm here to speak on behalf of the August class 2018, attending the Integrated Professional Pilot Program. I thought my friends were going to stand behind me, but you support me from there instead. Yeah, so over there you have my fellow classmates, my friends, and Björgvin. I will not be saying anything in Icelandic. Björgvin and Henrik has made sure that only people in Garðabær understand what I says. Yeah, we have all laughed a lot during this very intense year. It has helped us a lot, especially during those lessons that didn't seem to have an end, or when things that the instructor tried to cover didn't seem to have a meaning at all. Or when we just sat there outside the room where we do our exams, we made sure to have fun. Or those people made sure that could happen. It made everything else possible. I've always had so many questions regarding how to become a pilot, and I actually still do. For an example, there's never been a guarantee for getting a job as a pilot after this. And there has always been a lot of money involved. It makes it more difficult to say, just try it. Instead, you normally need to put a lot of thoughts behind it. But even from the beginning, when I first got here until now, it has felt so right. And I'm very thankful for that, to know what I want to do, and to actually be on my way doing it. It's the best kind of feelings, and it helps you go through early mornings of lessons in electrics, laws and regulations, and all that kind of stuff. One of the reasons why I moved here to Iceland and chose this school was because I liked the international approach. I could get the chance to practice my English every day and meet people from other countries. I believe it's quite essential in this kind of business. Another reason was to take a step outside my comfort zone. But it didn't take long before I felt at home here as well, a home away from home. That is, once again, thanks to the people over there. And some instructors that I also now see as my friends. And of course, the incredibly warm welcome that we got from Gudrun and Krissa. It made everything so much easier. I want to thank everyone working here for their patience, the instructors having to stay cool, even though it must have felt like we tried to kill them in the beginning with our landings and decisions. No, but we all have great memories already and stories from flying, alone or with different instructors. And we are far from finished. This spring will bring us so much more of that.
can't see him. Marcus, you and Magnus taught me how to fly. I remember the first time when I flew across country solo alone in the aircraft. My roommate, Christian, can you please wave to the audience? Was doing the same in another aircraft. And we both had to divert all the way to Baki because of bad weather and stupid people flying around in Selfoss without a radio. Once we had landed, there was no one else there except some sheeps who left the runway almost a little bit too late. I jumped out of the airplane. I enjoyed the moment a little bit extra because we had flown there like if it was nothing, like if we were driving a car. It felt a bit unreal. I also want to thank you, Marcus, again for the mindset you gave us to keep calm and carry on when things seem to change or are just stressful. It sounds cheesy because it's true. You also told us right from the beginning that this was going to be one of our toughest years so far. But it only lasts for 1 year. Only 1 year. Things feel easier when you can remind yourself of that. I want to thank Krissa and Gudrun, who always finds time to help us, even though I usually ask for help like 5 minutes before closing on a Friday afternoon. Yeah, you really save us a lot of problem. As I often joke about, if not for all those papers printed, signed, and scanned, I would probably have to survive only on Heinz baked beans or something. But on a more serious matter, the school doesn't run as good without you. Of that, I'm sure. Throughout our future careers, we will most likely get to hear things like, I've been doing this for 30 years, I'm not going to change that. But the ones who say that are also a retiring breed. The world will change, and we must change with it. Pilots has had a tradition of being pioneers. It sounds dramatic, but it's true. And who knows, we might be the first pilots to fly long hauls in a fully electric aircraft, or perhaps have to be alone in a cockpit. We are a new generation of pilots, that's for sure. Last time when I was flying home to Sweden, I got to sit in the cockpit and almost everything felt familiar. And that was, of course, very encouraging. I could see us doing it. And that is also a very good proof that this school has done their things right, that we are prepared. On the school's website, it says, Keilir has some of the best pilots in the business. And when I see my classmates, I believe it. Thank you for the attention. Kæru útskriftarnemar og gestir, maður fyllist stolti að heyra útskriftaræður, þessar frábæru útskriftarnemenda okkar hér í dag. Nú, fyrir hönd Keilis, þá langar mig að þakka starfsmönnum sérstaklega fyrir velunum störf á undanförnu, stjórn og öllum velunum skólans einnig. Keilir einkaskóli, við höfum verið svo lánsöm að njóta stuðnings velunnara og samfélagsins í 10 ár á sögu. Og eins og ég sagði ykkur í upphafi athafnar, þá hefur Keilir aldrei verið stærri. Við höfum aldrei verið með eins marga nemendur og þó svo að við getum horft tilbaka og séð yfir 3500 nemendur hafa útskrifast frá Keili, þá það mín tilfinning að Keilir hefur aldrei verið eins mikilvægur fyrir samfélagið eins og akkurat nú. Að þessu sögðu þá langar mig að þakka ykkur innlega vel fyrir
kæru útskriftarnemar, fyrir hönd Keilis vil ég óska ykkur öllum til hamingju með daginn og ég gerði það sem ég gat til þess að láta færa handboltaleik út af þessari athöfn en HSÍ var ekki tilbúin til þess að gera það. En við byrjum þessa athöfn á fögrum tónum og við munum ljúka þessari athöfn með ekki síðri tónum. Ég vil þakka fyrir mig og eigið þið yndislega helgi. Takk. Sæl aftur. Það ekki laust við að maður sé uppnumin eftir þessar ræður og ég veit að þið munið koma með lausn á framtíðarvanda okkar yfir góðan kaffibolla. En næsta lag fjallar einmitt það að vera að vinna á kaffihúsi en langar mest bara að vera að skapa og skrifa. Það heitir Baristu Blues. Ég færi þér ást úr sérvöldum baunum en þar með sel sál mína launum en ég geri samt einn bolla enn fyrir svo freyði ég mjólk úr örfínum höfrum aðeins handa þér og kannski einum öðrum en ég geri samt einn bolla enn fyrir Ég þrái þó mest að skapa og skrifa en ég verð jú víst að lifa en ég geri samt einn bolla enn kannski cappuccino og te